Ég að skrifa doktorsritgerð í íslenskum bókmenntum Elías Mar og hvernig hann fjallar samkynja ástir í sínum verkum. Og ég byrjaði semst á því að ég raun og veru ákveða bara að skrifa ritgerð íslenskar hinsegin bókmenntir, sem náttúrulega mjög vítt svið og eitthvað svið sem raun og veru fólk veit eiginlega ekkert mikið Það er dálítið algeng skoðun að það sé, eða svona ályktun að það sé eiginlega voða lítið til á þessu sviði og fólk veit bækur eftir Vigdísi Gríms og Kristínu Ómars og Guðberg Bergsson og svona en það er ekkert mikið vitað í raun og veru bókmenntir sem fjalla samkynja ástir fyrir bara 1990 í raun og veru. Þannig að ég fór svolítið út á svið sem ég vissi ekkert þannig að ég þurfti að byrja á því að eyða dálítið miklum tíma í að finna hreinlega bara hvað væri til á þessu sviði og það fóru býsna margar vikur og mánuðir í hreinlega bara að leita að verkum og spyrjast fyrir verk og finna fólk sem gæti mögulega bent mér á eitthvað. Og þetta sem sagt leiddi til þess að ég ákvað á endanum að skrifa Elías Mar. Hreinlega bara af því að hann svona, ef við hugsaum höfunda fyrir 1990 eða 80-90, þá hann sá áhugaverðasti, verð ég að segja, og hann skrifaði samkynja ástir eða svona það má koma auga á þær í fleiri en einu verki hjá honum sem frekar óvinnulegt með við höfunda á fyrirhluta og miðjan 20. öld. Þannig að það var niðurstaðan. Ég endaði að skrifa hann og ég búin að vera að vinna í því síðustu ár. En síðan hefur alltaf blundað í mér að ég á náttúrulega allar þessar upplýsingar allar þessar texta sem fólk var búið að benda mér á og sem ég var búin að finna og punktaði hjá mér og allt það sem að í raun og veru ég hef engan tíma til að fjallum. Mér finnst samt að það er svo grátlegt að hafa þessar upplýsingar og get ekki komið frá sér Og þá í framhaldi af því ákvað ég að byrja bara hreinlega að blogga það, bara þannig að koma þessum upplýsingum út í loftið og vonandi hvetja þá aðra til þess að tala þessar bækur. Ég ákvað sem sagt að setja upp heimasíðu, bara með í raun og veru bara ferilskrá og öðru slíku, svo hugsaði ég að það væri gott að hafa þarna einhverja pistla líka og þetta geti verið svona vettvangur fyrir mig þá til að skrifa eitthvað annað heldur en það sem ég var að skrifa í ritgerðinni. En ég skrifaði þarna pistla fyrst bara hugtakið hinsegin og að því mér fannst bara vanta, það var margir að tala þetta orð, hvað það þýddi, hvernig var þetta að nota og svo framvegis, þannig að ég vildi bara ekki kannski beinlínis blanda mér í þá umræðu en ég vildi skrifa það svolítið frá mér og fór svolítið í gegnum það, skoðaði tímarit.is það hvernig orðið hefði verið notað á Íslandi í gegnum tíðina. Og það endaði að verða dálítið stór pistill og á netinu en ég hef fengið að heyra að fólki finnst gott að hafa þetta þarna og það þetta hefur held ég blandast og vakið umræður að einhverju leyti. En svo voru þessi texta bókmenntatexta sem mér langaði alltaf að byrja að skrifa og ég ákvað sér núna bara fyrir nokkrum vikur síðan lofa bara sjálfur mér og lesendum að ég myndi skrifa þá frekar reglulega. Þannig ég startaði því sem ég kallaði kynvilda bókmenntahotnið. Og það hafa verið vikulegi pistlar núna, 3-4 vikur. Ég get ekki alveg hversu lengi ég get staðið við það að hafa það vikulega, en þetta verða reglulegi pistlar einhverja texta, íslenska texta sem að fjalla samkynja ástir á einhvern hátt. Og ástæðan fyrir að ég fór að skrifa þetta var held ég fyrst og fremst svo að í raun og veru koma vitneskjunni þessa texta bara út í loftið í raun og veru og vekja umræðu. Þannig að þess að þetta svið sem eins og segi ekki margir vita mikið og ég veit þessu sjálfur sér ekkert mikið það heldur og það hafa ekki verið gerðar í raun og veru mjög litlar rannsóknir á þessu sviði og þannig að fólk veit mjög lítið hvaða textar eru til. En ég vildi með þessu raun og veru bara í staðan fyrir þetta ekki pistlar sem eru greining, þetta ekki djúpfræðileg greining en eitt svoleiðis, þetta meira ætlað til þess að fá aðra kannski til þess að tala textana, lesa það og skrifa það og svo bara hreinlega komast að umræðum. Já, í síðustu færslu fór ég og talaði aðeins ljóðið til Stefán G. Stefánsson sem náttúrulega mjög undarlegt að vita mörgum fyrst það ekki kannski passa inn í kynvilda bókmenntahotnið en ég var að nota það í raun og veru til að sýna að það svo flókið í raun og veru að tala texta fyrr á tíðum sem voru skrifaði fyrir, segi bara miðja 20. öld og ef maður að tala samkynja ástir þá það ekki bara samkynhneigð sem við skiljum það í dag, heldur nota ég það hugtak á annan hátt og í raun og veru teygir sig það vítt að það í raun og veru
nær yfir sko bara náin sambönd aðalega sama kyni og það getur verið allt frá því að vera vinátta yfir að vera kynferðislegt samband en þessi færsla Stefán G var í raun og veru skrifuð svolítið til þess að einmitt fjalla þetta hvernig við skoðum bókmenntir og svona náin sambönd aðalega sama kyni í verkum sem eru skrifuð áður en að samkynhneigð varð til í huga fólks sem eitthvað svona fast ákveðið fyrirbæri. Og það í bæði alveg ótrúlega áhugavert vegna þess að það þá hægt að skoða texta eins og bara svona ljóð eins og ljóðið eftir Stefán sem ég tek fyrir í raun og veru bara ljóð þar sem að ljóðmælandi talar til æskuvina síns og það alveg gríðarlega mikla tilfinningar í þessu ljóði milli tveggja karlmanna. En þetta náttúrulega ekki samkynhneigðir menn eins og við skiljum það í dag og ég alls ekkert að segja að það hafi verið neitt þannig í gangi heldur meira bara benda á að náin vináttukarla á þessum tíma til dæmis það giltu aðra reglur samskipti vina á þeim tíma heldur núna af því að á þeim tíma var samkynhneigð ekki kannski til í hugum fólks nema sem eitthvað mjög óljóst fyrirbæri og að þar alveg þetta var homofóbía heldur ekki til í raun og veru. Þannig að það þurfti ekki að halda þessum skýru línum á milli vináttu og ástarsambands kannski. Þurfti ekki að aðgreiða það eins skýrt og við þurfum að gera nú. Mér finnst náttúrulega, þetta náttúrulega mitt áhugasvið og ég vil náttúrulega fá fólk til að tala við mig þetta, það málið. Og ég vil bara að fá fleiri til þess að gera rannsóknir á þessu sviði. Ég vil bara, það það sem þarf að gerast, það þurfa fleiri að tala og skrifa þetta þema í bókmenntum á Íslandi af því það eru voða fáir að því og það ekkert mjög, það ekkert mjög svona gefandi að vera svo eini sem að vinna á einhverju sviði þegar maður vill fá fólk með sér og það það sem að ég vil gera. Ég vil fá fólk til þess að vinna í þessu með mér og koma á stað umræðum.